Gjörðu svo vel. Takk. Góðan daginn öll sömul sem eruð að horfa og fylgjast með á þessum fallega Valentínusardegi. Það er nú svona aðeins verða hvessa kannski. Þetta er sem sagt febrúarfundur íbúðarráðs Laugardals sem ég er að bjóða ykkur velkomin á. Það eru 9 atriði á dagskrá hjá okkur í dag, þannig við ætlum að halda vel á spöðunum. Mjög áhugaverð mál sem við erum að fara yfir og fyrsta mál á dagskrá er hönnun verkefna í hverfið mitt. Þetta er kynning í hverfið mitt Laugardalur þar að segja, sem við fáum frá henni Mörtu Maríu Jónsdóttur eftir smá stund. Annað sem við ætlum að fara yfir í dag er hverfisskipulag í Laugardal. Við ætlum að fara yfir, við vorum beðin umsagnir í 2 stórum málum. Við ætlum að ræða erindi forstöðumanns Laugardalslaugar en það er mjög spennandi hugmyndasöfnun sem er í gangi. Og við ætlum að fara yfir vetrarþjónustuna. Hann Heimir, starfsmaðurinn okkar, ætlar að upplýsa okkur hvernig hún er núna þessar mundir og í vetur. Svo verður lagt fram fundadagatal íbúðarráðsins og við erum með fastan lið á dagskrá 8. liðin eins og alltaf sem málefni hverfisins til umræðu. Það er bara það sem kemur inn hverju sinni. Og svo er síðasti liðurinn okkar alltaf lokaður af því þá erum að fjalla umsóknir sem að ráðinu hafa borist eða hafa borist í hverfið sjóðs. Og þar eru persónuupplýsingar þannig að við lokum alltaf þeim lið. Enda erum við þá búin að tæma þá dagskrá sem heyrir undir okkur öll og er okkar sameiginlega eign og okkar sameiginlega ákvarðanataka og við getum haft mjög mikil áhrif. Jafnvel þótt að við séum ekki fulltrúar í ráðinu með því bara tala við fulltrúa, tala við hvert annað, senda inn fyrirspurnir og svo framvegis. En Marta María, ertu tilbúin? Já, ég er tilbúin. Gjörðu svo vel að segja okkur allt verkhönnun verkefna í hverfið mitt Laugardals. Já, sæl verið þið. Ég og Eiríkur líka hérna sem er kolegi minn hérna. Við ætlum aðeins að kynna þetta fyrir ykkur en ég ætla nú kannski... Eiríkur, velkomin líka. Já, hann er sennilega alltaf mest í sambandi við ykkur. Við erum satt svona teymi hérna hjá umhverfisskipulagssviði og í Ráðhúsinu þannig að það kemur að þessu, þú veist, mikið af verkefnastjórum og ráðgjöfum og fagteymum og öðru. En já, ég ætla bara að byrja á þessu. Ég má séra hérna. Þið sjáu þetta núna eða ekki? Sjáu þið ekki núna? Jú. Já, flott. Já, þannig að þetta er sem sagt bara svona til kynningar, þetta er svo sem ekki full unnið allt hjá okkur, en bara frábært að geta kynnt þetta aðeins fyrir ykkur og hvert þetta er komið. Sjá. Eiríkur, vilt þú kannski rétt bara útskýra aðeins þetta? Já, þetta er sem sagt, okkur langaði að hafa svona í byrjun á kynningunni að sýna svona aðeins hvað erum stödd í ferlinu, þar sem þetta er náttúrulega, þetta er langt ferli sem nýlega búið að breytast í 2 ára, það fyrir fram á 2 ára fresti verkefni og eins og þá erum við komin núna í undirbúning framkvæmdafasann þar sem við erum undirbúið verkefni sem hluti kosningu og í þessu ferli erum við buðum öllum hugmyndahöfundum á fund í þess að áður við fórum að verkanna til að þeim koma sínum ábendingum og hugmyndum á framfæri þeir sem vildu. Ég held að hafi 40% hugmyndahöfunda rúmlega bókað fund, 50 manns. Og síðan núna eftir að við erum komin aðeins lengra með verkhönnunina þá langar okkur líka að kynna fyrir íbúðarráðinu og fá svona, já, umræðu þetta og svona fá innsýn inn í hverfið þar sem að þið þekki hverfið nú best. En annars bara aftur því þín, Marta. Ok. Þá bara förum við aðeins yfir. Þetta er sem sagt þau verkefni sem voru kosin. Það var meðal annars sjósundsaðstaða á Laugarnestanga, Ærslabelgur, bætt lýsing í Fossvoginum, yfirbyggð grillskáli í Laugardalum, jólaland í Laugardal, aparóla, almenningsgarður með aðgengi fyrir alla, fleiri bekki í hverfið, skákborð, bætt lýsing við Laugarnesskóla, betri grenndarstöðar á horni Kleppsvegar og Hjallavegar, trjágróður við Sæbraut, endurbæta körfuboltavöll við Laugarnesskóla,
upplýsingaskilti náttúru og skipulag Laugardalsins og annað verkefni var sem snúa að jólaljósunum við Skeiðavog og svo gróðurbætur við Sæbraut. Þannig að þetta bara svona gróft, sem sagt bara svona sirka hvernig staðsettarinn og ekki allir staðsettarinn og bekkirnir kemur annarkort og sýni ykkur svona aðeins bara hvert verkefni komið. Sjósundsaðstaða á Laugarnestangi, við erum ennþá bara að skoða svæði, þannig að þetta svo sem ekkert komið mikið lengra en við erum svo sem búin að vera að skoða hér á þessu svæði, þannig að það svona ýmislegt sem þarf að hafa í huga varðandi þetta. Æslabelgur. Við ætlum að reyna að setja æslabelg í Laugardalinn, þar sem leiksvæðið og erum búin að staðsetja hann eiginlega bara mjög nálægt leiksvæðinu og teljum að það gæti bara verið mjög mikil viðbót. Það verður kannski, þannig að hann passar bara eiginlega akkurat akkurat í flútti við þetta. Bæta lýsing á stíg í Laugardal, það svo sem á svipuðum stað og hér leiksvæðið sem sagt. Þannig að það búið að setja lýsingu hingað, þannig að við ætlum að bæta þá hér við lýsingu og það mun þá líka auka gæðin á leiksvæðinu líka. Svo það yfirbyggður grillskáli í Laugardalnum og það nú þegar grill á þessu svæði og þannig að það svona hugmyndin að setja fleiri bekki, létt skýli og svona bæta við aðstöðuna en samt svona bara nota líka það sem var kosið áður. Þannig að það var líka hægt að nýta þetta aðeins betur. Aparóla, það nú búið að vera mikil uppbygging á Ljósheimaróló. Þannig að það alveg kjörið að setja aparólu þar og við erum svona búin að skoða það vel. Þannig að svona leiktæki tekur náttúrulega mikið pláss þannig að þetta væri bara alveg kjörið að fá hana þarna. Almenningsgarður með aðgengi fyrir alla. Það var sem sagt að reyna að gera svæði á milli Suðurlandsbrautar og Gnúðavogar, svona meira garð og meiri svona dvalarsvæði og setsvæði, reyna að bæta svolítið aðgengi þannig að þessi græna svæði nýtast þess betur bara fyrir almenning. Svo fleiri bekkir í hverfið. Það búið að kortleggja nokkra punkta. Svo sem ekkert endanleg staðsetning en þetta það sem við erum bara búin að draga bara, við greinum þetta sjálf, tökum þetta úr ábendingavefnum, fáum líka frá Ráðhúsinu ábendingar, þannig að þetta þeir svona staðir svo yfir að var kosið að setja upp fræðsluskilti í Laugardalnum varðandi náttúruna og skipulagið og fuglalífið og líffræðilegu fjölbreytileiki. Þannig að það svona á þessu svæði erum við að hugsa að setja upp svona skilti sem gæti verið góð viðbót við þessa fallega svæði Svo erum við áfram bara í Laugardalnum, þá var kosið að setja upp skákborð og það svona verið að hugsa þetta torg hér, þetta inngangurinn í Húsdýragarðinn og það svona, já, eins og segja, viljum nú ekki vera að eyðileggja þetta fallega torgina en mjög væri sniðugt að setja hér fyrir skjólgóður staður og þannig að þetta væri alveg kjörið. Hérna líka vaðlaugin, þannig að þetta myndi allt svolítið styrkja hvort annað Bæta lýsingu við Laugarnesskóla. Það þá aðalega að vera að horfa svolítið á þessa lýsingu og gangbrautina hér yfir. Bláu punktarnir eru við þessu núverandi lýsing, en það allavega hér og svo erum við munum við skoða þetta allt saman líka. Þessa lýsingu sem næst. Betri grendastöð og horni Kleppsvegar og Hjallavegar. Þá þetta bara í rauninni bara verið að taka þessa stöðu svolítið og ramma hana betur inn og helluleggja, gera hana bara snyrtilegri og aðgengilegri.
Ég hef svo sem verið í svona verkefni þannig að þetta algjörlega verður allt gert í takt við það sem við höfum verið að gera síðustu ár. Trjágróður við Sæbraut, þannig að það svona verið að hugsa að reyna aðeins að auka aðeins gróðurinn hér á þessu svæði, brjóta líka aðeins upp í vindinn og bara gera götuna aðeins vistvænni þó svo að Sæbrautin er við að gera vegur, þetta mikil umferð þarna, en þetta gæti orðið mjög flott. Endurbæta körfuboltavöll við Laugarnesskóla. Það svo sem ekki verið að fara að gera nýjan, það bara, það kosið að setja undirlag, kíkja á körfurnar. Við þurfum aðeins að hliðra honum aðeins hingað til þess að náum aðeins í betri halla, það líka aðeins vatnssöfnun hérna, þannig þetta bara svona aðeins ennþá svolítið í vinnslu og okkur sýnist við náum þessu svona. Gróðurbæti við Sæbraut, þá erum við komin hérna aðeins nær miðbænum og það svo sem búið að setja sambærileg beð við eiginlega Borgartúnið, þannig að þetta verður svolítið bara haldið áfram með sömu beðinu, kannski aðeins aukið aðeins í hærri tré og kannski aðeins stækkuð eða einhvers konar, en allavega þetta hefur gengið ágætlega þrátt fyrir. Þetta svona ekki besta skilyrðið þarna. Svo hérna 2 verkefni sem að þurfa aðeins að bíða kannski svona fram á næstu jólum af því að við náðum þessu ekki núna. Það sem að yfirleitt verið að skipuleggja jólaljós og annað bara liggur við bara strax eftir áramót, þannig að við vinnum þetta með Hverfastöðinni og Borgarhönnuð og það svona hugmynd að reyna að gera eitthvað svona jólaland í Laugardal og það verður þá bara unnið eins og segir með Borgarhönnuð og þeim sem hafa verið að standa því. Húsdýragarðurinn til dæmis var mjög flott. Þannig að við getum kannski eitthvað tengt okkur við það og gert farið í Aspargöngi. Og svo var kosið líka að setja jólaljós á Skeiðavog. Þannig að þetta bara svona eftir að aðeins útfæra þetta líka. Já, þannig að þetta voru þau verkefni sem eru svona framundan hjá okkur. Takk kærlega fyrir þetta, Marta María Velkomið. Náttúrulega ég opna fyrir spurningar. Hvað segið þið? Viljið ekki nýta tækifærið og spyrja út í eitthvað sem ykkur hefur fundist annarkvort áhugavert, óljóst eða eitthvað þar á milli? Já, þetta var kannski svolítið hratt, þannig endilega bara spyrja þið ef það eitthvað svona. Oft það kannski eitthvað svona nánari staðsetningar og eitthvað svona en. Má ég spyrja? Já. Það var ég var kannski ekki að horfa rétt á myndina en þessi Aparóló, þú nefndir ljósheimasvæðið. Já. Var þetta meðfram endilöngu þá meðfram götunni eða hvernig var staðsetningin á þessu? Nei, ég veit að þetta stundum svo erfitt að átta sig á þessum teikningum, hún ekki alveg nógu góð sko, þetta allt frosið hérna hjá mér, hvað? Ég var að hafa áhyggjur af því að það væri sko, af því að náttúrulega sleðabrekkan þarna. Já, nei, sko þetta fyrir neðan leiksvæði sem sagt. Leiksvæði hér og þetta fyrir neðan þá og svo koma bílskurðarnir hérna. Þannig að nei, það ekkert verið að skerða að því að sleðabrekkan hérna, þannig að það ekkert verið að skerða það. Já, ég hef ekki horft rétt á þetta. Nei, en þetta hún, nægir nú ekki einu svona súma hérna inn á sko. Ég ætla að sýna þetta betur á Borgarvegsjóni. Já. Þannig að Katrín næst norðið sjá. Bílskúrarnir eru hérna, þetta svona mitt á milli bílskúrsins og það búið að gera leiksvæðið mjög fínt hérna og þannig að þetta myndi bara passa mjög vel sko. Takk. Svaraði þetta spurninguðinni Lilja? Já. Katrín var búin að biðja orðið og hver annar? Hvað segir það? Katrín, gjörðu svo vel. Takk. Herri, ég ætlaði bara að forvittnast, það alveg geggjað að fá alvöru körfuboltavöll í hverfið af því að Ármann með stærstu körfuboltadeild í Reykjavík og það vantar nú aldeilis upp á aðstöðuna og ég held að þetta verði svakalega vel nýtt. Þannig ég bara spyr hvenær áætlið þetta verið tilbúið af því að völlurinn eins og hann núna náttúrulega algjörlega glataður bara gakkur og skældur allir og eins og þú segir að safnast fyrir honum. Já, og ég vildi óska þess að við hefðum aðeins meira pening í þetta en það var náttúrulega bara kosið að fara í endurbætur á núverandi velli og
við náttúrulega stefnum á að gera það á þessu ári. Ok, Við þannig höfum að alveg þið eruð ekki að spá í að fara í svona allsherjar, ég var að skoða bara eitthvað fjallabyggð, setti svona fína velli með Nei, undirlagi á alla skólana hjá sér. Maður myndi já. halda að Reykjavík gæti ráðið við að setja svoleiðis á einn skóla. Sko, já, nákvæmlega. Það sko, við erum búin að vera í samtali við skóla- og frístundasvið og af því að vorum að reyna að fiska eftir því hvort þetta færa eða endurhanna lóðina og það er bara einhvern veginn allt svolítið svona óljóst með þetta sko. Þannig að þetta svo sem ekki nema 5 milljónir í framkvæmdafé þannig að það svo sem fer bara eiginlega svolítið í endurbætur en auðvitað ég skilði mjög vel að virkilega þyrfti bara að setja upp almennilegan völl þarna sko, í hverfið. Akkurat, bara finnst svona kannski svolítið vitlaust að vera að fara í einhverju svona ódýrar endurbætur þegar þú þarft kannski ekki að bæta neitt sérstaklega miklu við til að fá þetta geggjað. Já, þú veist þess að segja, það náttúrulega skóla- og frístundasviðið svolítið sem hefði þurft að koma á móti og við erum búin að vera í alveg heljarna samtali við þau og fáum lítil svör frá þeim nema bara það sé að koma fleiri það sem sé ennþá lóðin bara er ekkert sérstök breyting á henni þannig að við bara eiginlega best að halda okkur bara þá við að endurbæta þennan núverandi körfuboltavöll. Ok, takk. En eins og segi, það var eiginlega alveg frábært ef að þetta væri tekið upp sko. Marta? Já. Og Eiríkur, sjáið þið fyrir ykkur að við getum eitthvað gagnast ykkur í þessari samræðu eins og við skóla og frístunda? Sko við erum alveg búin að vera í mjög miklu samtali sko. Það var kannski aðalega með sko eins og lóðin við vorum að horfa á hvort það vera önnur staðsetning mögulega á lóðinni þar sem við getum, það er svona halli á þessu svæði en það var í raun sko út af þessum það er búið að bæta við held ég hægra megin sést ekki á myndinni færanlegum kennslustofum sem að hömla okkur í því í raun að færa völlinn. Já, það sem sagt. Já, það var svona helsta. En það alltaf bara verið tillaga því að það á að fara að stækka leikskólan og það á að setja fleiri færanlega kennslustofur og ég veit þetta er eldfimt mál en á meðan að það er einhvern veginn svona allt svolítið óljóst þá er svona lítið verkefni eins og hverju mitt er bara kannski því að nýr körfuboltavellir kostar bara 20 milljónir eða meira eða 30 sko. Ef við gerum þetta svona almennilega sko. Því við sjáum líka fyrir að ef við gerum á þessu svæði þá er þetta ekki svæði sem fer undir seinna annaðhvort færanlega kennslustofur eða annað þannig að þarna er náttúrulega að haldast og auðvitað reynum okkar best að ég gera svona fallegt undirlag eins og er á myndinni. Ég er miklu aðdáendur af því einhverju mitt að pröfa það og við erum að gera körfuboltavelli víðar í öðrum hverfum. Þannig nú virðist Borgarvísir aðeins að hlýða mér þetta. Við sjáum bara PDF. En ég meina að það er bara þú veist ég held að sé bara alveg ágætt að ef þið getur þrýst líka á á þetta sko. Já, það er líka bara mjög sniðugt að sendið okkur endilega erindi hvað þið viljið að við gerum. Þetta svo sem allt bara, sko, þessi verkefni náttúrulega bara öll svo sem bara opinber inn á hverju mitt, sko, þannig að Já, takk. Þannig að það er sko hugmyndin þið verður bara afsakað þegar ég er í einhverju nýrri tölvu eða ný fundarsal, það er sem sagt þetta er svo núverandi, en það var miðað við uppdrátt sem við sáum frá landslagsarkitektum sem var svo sem bara tillögur og ekki búið að klára hanna alla lóðina og það átti að færa stofuna hingað. En þá náttúrulega og sá völlur teygði sig alveg hingað. Marta, við erum ekki að sjá það sem þú ert að horfa á, greinilega. Nei, því þú erum að músin einhvers staðar sem er bara grátt. Ok. Já, ég held að sé að því að bendillinn fer ekki inn á myndina. Já, ég skil þig. Þegar ég ætla bara að prófa að gera stoppstýring, það gæti verið í þurfi sko að gera bara sér skrím sko. Já. Já. Skrím mitt sko. Þarna kemur þetta. Sjáðu þetta núna. Já, nú ertu með bendillinn bara upp í gráustikunni. Já, en þið sjáu núna hugmyndina og loftmyndina, ekki? Já, við sjáum það. Já. Sko hér nýjar færanlegar kennslustofur miðað við nýtt plan tillögur frá, ég held að séu svona 2 ára gamlar af lóðinni sem var svo sem aldrei verið. Þá var pælingin að færa körfuboltann hingað sko.
Það var náttúrulega alveg draumurinn, en með við samtalið við skóla og frístund og frumatvinnudeildin þá er sem sagt þetta svæði með þessa frátekið fyrir fleiri færanlega kennslustofur. Þannig að það yrði, þú veist, bara eins og staðan er núna þá er ekki pláss fyrir hann. Þannig það er þá bara alveg sko að halda sig hér á meðan og það bara allt svolítið svona óljóst með þessa lóð sko. Já, einmitt. Og er ekki líka fyrirhugað að stækka hér leikskólann? Má ég sjá hvað ertu? Hof. Jú, það er verið að Jú. krakkarnir eru að mótmæla því krakkarnir í Laugarnesskóla búið að taka náttúrulega sem mikið pláss að þeim nú þegar. Einmitt. Ég veit hins vegar ekki alveg hvar og hversu stórt það er sem að er inn á plani. Nei, eins og segir, sko, að því að hverju mitt náttúrulega bara við skuldbundum okkur að gera þetta þessu ári og þetta er svo sem yfirleitt, sko, við erum ekkert að taka, sko, við getum alveg ítt á eitthvað svona breytingar, en meira áttar, stóra framkvæmdir og skipulagsframkvæmdir og svona þetta fer aðeins kannski þessu svolítið stærra mál, þannig að það, þyrfti eiginlega að reynilega að koma kannski fleiri að þessu í þessu máli. Og kannski líka bara skilgreina, þú veist, hvernig á samtalið sér stað á milli. Já. En svo náttúrulega væri bara frábært að fá almennilega körfuboltavöll hingað, sko, eða þú veist, og ég veit svo sem ekki nákvæmlega hvernig, það er nú einhver uppbyggingi það ekki á þessu svæði eitthvað en ég er ekki alveg búin að, maður veit náttúrulega ekki allt, sko, hvað er í gangi, það er svo margt í gangi á borginni, sko. Það er náttúrulega bara ennþá að vera að vinna það hjá skipulaginu, sko. Já. En við þurfum að fara að halda áfram með fundi. Já. Einhverja fleiri spurningar? Er fleira sem að fólk vil spyrja áður en að við kveðjum þau, Mörtu og Eirík? Ef svo er ekki, að þá þökkum við ykkur bara kærlega fyrir og þið vitið af okkur. Já, alveg. Við viljum vera áfram í samræðu og vinna saman. Já, algjörlega. Takk kærlega fyrir okkur. Og ef það vakna einhverja spurningar þá bara sendi á mig eða Eirík eða eitthvað, aðalega, þú veist, þannig að þá bara endilega. Við erum alltaf reiðubúin til að svara. Það er bara mjög líklegt að við gerum það. Ekki. Takk kærlega fyrir. Já, takk sömuleiðis. Bless. Þá er það næsta mál á dagskrá hjá okkur sem að önnur kynning hverfisskipulag í Laugardal, hvorki meira né minna. Hann Ævar er ekki dottinn, við erum aðeins á undan áætlun. Já, eigum við að fara þá yfir í 3. lið og meðan við bíðum eftir Ævari. Er það samþykkt? Þá gerum við það. Engin mótmæli. Bréf skóla- og frístundasviðs með umsagnarbeiðni skýrslu framtíðarskipan skóla- og frístundastarfs í Laugarnes og Langholtshverfi. Framlengdur frestur og þetta er til framlagningar. Ég var búin að punkta niður hjá mér umsögn, stutta. Sabine, ég er í svolítið vandræðum, ert þú ekki með skjalið hjá þér? Getur þú sjá? Nei. Eða Heimir. Yes, ég skal séra hérna. Já, það er bæði vandamál hjá mér með tengingu og þarna er þetta, já. Ég ætla bara að lesa þetta upp. Eins og þið munið að þá erum við búin að bóka á síðasta fundi og það er náttúrulega mjög leiðilegt að við nýtum okkur ekki að mínu mati þennan möguleika á að hafa einhverja skoðun. Þannig að ég setti upp þessi drög að umsögn íbúðarráðsins og að sjálfsögðu getur það líka bara verið drög þeirra sem vilja taka undir, umsögn þeirra sem vilja taka undir. Hér stendur, óskum umsögn íbúðarráðs Laugardals skýrslu framtíðarskipan skóla- og frístundastarfs í Laugarnes og Langholtshverfi hefur verið ítrekuð. 2 bókanir sem tengdust skýrslunni voru lagðar fram á fundi ráðsins í janúar þessa árs og innihéldu þær atriði sem ráðsfólk taldi mikilvægast að koma á framfæri. Og svo tel ég upp þarna 3 atriði úr umsögnunum að tímalína liggi fyrir eins fljótt og auðið að íbúar hafi greiðan aðgang að samræði við borgaryfirvöld og að framkvæmdir hefjist sem fyrst.
Ráðið telur sér ekki fært að velja með afgerandi hætti eina sviðsmynd umfram aðrar á þessu stigi málsins. Hins vegar bendir ráðið á að sviðsmynd númer 1 gæti skilað þeim árangri að mæta fjölgun nemenda og leysa úr brýnni húsnæðisþörf á skemmri tíma en aðrar sviðsmyndir í skýrslunni. Nú sé ég ekki skjalið lengur einhverju hluta vegna, nema hluta til. Jú, þarna kemur það inn. Sabine, getur þú lesið eða Heimir restina af þessu? Já, ég ætla bara Ég næði þessu. ekki. Já, ég bið ykkur afsökun á þessu. Ég var bara aðeins núna skömmu fyrir fundinn. Já, við vorum sem sagt að tala að sviðsmynd númer 1 gæti skilað þeim árangri að mæta fjölgun nemenda og leysa úr brýnni húsnæðisþörf á skemmri tíma en aðrar sviðsmyndir í skýrslunni. Leið myndi sviðsmynd númer 1 að vonum raska skólastarfi og skólabragð minna en hinar 2 sem kynntar eru til leiks. Engu að síður myndi hún ekki leysa allan vanda svo sem hvað varðar félags- og frístundastarf og skólaíþróttir. Að þessu sögðu ljóst að leið og brýnt er að ráðast sem allra fyrst í framkvæmdir þarf leið að mati ráðsins að halda opinni samræði við íbúa á framkvæmdatíma, ekki síst foreldra og samtök þeirra sem og íbúasamtök, og að hugað verði að því að fólk hefur mismikinn aðgang og aðgengi að þátttöku í samræðu, að halda sterkum fókus á stóru myndina, svo sem með tilliti til hvernig unnt sé að sinna vel skólaíþróttum og félags- og frístundastarfi nemenda í borgarhlutanum í samhengi við þá sviðsmynd sem verði fyrir valinu. Í lokin vill íbúaráð Laugardals ítreka mikilvægi þess að hefjast handa sem fyrst. Það er akkúrat þessari skýrslu hún ætti að geta nýst vel til að hrinda málum á framkvæmdastigi. Þetta er sem sagt þessu varpað fram hér til umræðu og Katrín og Sabine eru báðar búnar að biðja orðið. Katrín, gjörðu svo vel. Takk, ég ætla bara að gera athugasemdir við sem að vinna þetta svona á fundinu. Við höfum alveg nógan tíma á milli funda, það er bara ekki nema 1 fundur í mánuði og mér finnst þetta bara mjög svona sérstök vinnubrögð. Ef ég má svara þessu, eða bregðast við þessu öllu heldur, að þá höfum við haft langan tíma, við höfum vettvang á Facebook til þess að ræða þessi mál. Við fórum þá leið á janúarfundinum okkar að skila 2 bókunum málið. Það að mínu mati tækifæri til þess að skila umsögn ýmist ráðsins eða einstakra aðila innan ráðsins. En þetta eiginlega svona síðasti séns sem við höfum og eins og ég ítreka við höfum haft nægan tíma til þess að ræða þessi mál. Við erum að ræða þetta hérna ekki fyrsta sinn. Þannig að ég tek nú ekki undir þetta en mér finnst ég myndi hins vegar mjög gjarnan vilja ræða þetta og svona fá ykkar hugmyndir hvað þið viljið ef eitthvað að við gerum í framhaldinu. Við erum eins og ég segi búin að skila bókunum sem við gerum á síðasta fundi. Það var í millitíðinni frá síðasta fundi og til þessa fundar óskað eftir. Það var ítrekuð ósk umsögn ráðsins og þetta eru viðbrögð við þeirri ítrekuðu ósk. Lilja eða Katrín, viltu segja meira þetta? Lilja, gjörðu svo vel. Ég var, held ég Sabine. Já, takk. Fyrirgefðu Sabine. Já, allt í góðu. Viðst afsökunar, ég ætlaði upphaflega ekki að vera á þessum fundi en svo hoppa ég samt inn en bara til að minna á upphaflega átti að vera íbúafundir og hverfisvikan í febrúar og ég held hugmyndin var með öll þessi mál svolítið líka að heyra hvað fólk hefur að segja á íbúafundi og geta bregðst og taka þetta svo inn. Ég myndi, nú hverfisvikan þá bara strax núna í lok febrúar að byrja mars og íbúafundurinn verður 2. mars. Þessi umsögn í rauninu bara samantekt af þeim spurningum sem við vorum að velta fyrir okkur á síðustu fundinum. Þannig að mér fundist í lagi að senda þetta svo það yrði þá tekið til umræðu og svarað í hverfisviku á íbúafundum
Og en ég heyrði í Skúla, formanni Skúla frístundaráðs áður, við gætum svo sem fengið frest til rétt eftir fundinum ef við vildum bæta einhverju við sem kemur fram frá íbúum á fundinum. En það væri samt gott að við myndum, og Katrín þá bara vinna þetta milli fundana þannig að það yrði þá líka tilbúin þá og við gætum það bara rétt bætt við ef eitthvað kemur skýrt fram frá íbúum á fundinum. Já. Já, frábæra fréttir. Katrín og svo Ísak. Katrín, gjörðu svo vel. Já, búin. Nú, að þú komst aftur inn hann. Ísak, gjörðu svo vel. Má ég skjóta þess inn í formaður? Já, gjörðu svo vel. Hann Ævar dottinn inn til við séum ekki að halda honum í gíslingu, kæmi til greina að geyma þennan lið og taka inn Ævar eða? Já, við skulum bara bera undir fundin. Hvað segir þið? Eru samþykk því að við höldum ekki Ævar í gíslingu og geymum liðin? Réttu pönd sem eru samþykk. Einhver á móti? Enginn á móti. Ævar, heyrðu í okkur? Heimir. Ævar að finna út einhvern tæknilegu vandræðum, ég sé hann búin að taka sér. Já. Núna. Við heyrum í þér. Ævar. Já. Jú, þú ert komin inn. Ég er komin inn, já. Gjörðu svo vel og velkomin. Takk fyrir. Ævar sem sagt sjá. Já, ég læt þig bara að kynna þetta. Já. Gjörðu svo vel. Já, góðan daginn. Takk fyrir að koma hérna á fundin og segja ykkur aðeins frá hverfiskipulaginu. Ég er deildarstjóri hverfiskipulags og við erum að byrja með vinnu í hverfiskipulagi í Laugardal og ég ætla að sýna ykkur nokkrar glærur og tala svona þetta mál út frá því. Þetta er alveg sambærileg kynning og ég var með í umhverfis- og skipulagsráði, eða þetta er nú víst skipulags- og samgönguráð núna. Katrín var á þeim fundi, en sem sagt, við erum búin að vera að gera hverfiskipulag í Árbæ, Breiðholti og hefur verið að vinna í háaleiti bústöðum og Hlíðum og viljum gjarnan koma okkur í nær svona vestar í borginni og okkur í Laugardalinn. Sem sagt, við vinnum þetta hverfiskipulag á grundvelli borgarhluta, 10 borgarhlutar, og svo er sem sagt 3 til 4 hverfiskipulag í hverjum borgarhluta. Og sem nú er komin röðin að Laugardalnum. Það fór þarna fram svolítil vinna í Laugardal 2014 en síðan höfum við lítið komið að Laugardalnum. Við erum sem sagt samráði mjög mikilvægur þáttur í þessari vinnu og við byggjum þetta á lýðræðisstefnu Reykjavíkurborgar. Það sem við förum inn og reynum að hlusta á íbúa, við rýnum það sem er fyrir í hverfunum, við reynum að laga og breyta og kynnum það síðan. Þannig að þetta er svona þessi hringrás sem við vinnum þetta eftir, en þetta er svona hjól sem snýst mörgum sinnum í vinnu við hvert hverfiskipulag. Við erum sem sagt, það er svona hluta af þessari vinnu að gera sér grein fyrir hverjir eru hagsmunaaðilarnir í hverfunum, hverjir eru svona mikilvægir og hverjir eru svona liggja lengra úti frá miðjunni og svona við myndum nú gjarnan vilja svona að ræða þetta við ykkur og íbúana hverjum er svona helst að
hver á helst að ræða við. En við erum svo sem búin að vera í þessu samráði lengi og allnokkla reynslu af þessu og finnst náttúrulega sjálfsögðu sko íbúarnir, þeir eru hann algjörlega í miðjunni og aðalatriðið. Það sem sagt komið nýtt aðalskipulag fyrir Reykjavík, sem þið sjálfsagt vitið heilmikið og þetta sem sagt uppdrátturinn fyrir Laugardalinn. Það eru litlar breytingar á honum en við sem sagt við í sjálfum sér byrjum með 1 blað í Laugardal á nokkurn veginn. Við erum ekkert með neina sérstakar tillögur eða hugmyndir. Við erum með forsendurnar sem kom úr aðalskipulaginu og svo eru náttúrulega eins og aðrar áætlanir sem við svo sem erum ekki stjórnendur að. Það til dæmis eins og Vogabyggðin, það Skeifan sem þarna utan við, það náttúrulega þetta stóra hafnarsvæði og svo Laugardalurinn sem sérstakt deiliskipulagssvæði. Laugardalurinn náttúrulega hjartað í borgarhlutanum og í borginni mörgu leyti og stóra útivistarsvæði og íþróttasvæði og skiptir mjög miklu máli og það ekkert hægt að ræða hverfiskipulag í þessum borgarhluta án þess að tala Laugardalinn og við erum að bjóða upp á samtal öll hverfin og þessi svæði sem eru í jaðrinum og eins Laugardalinn og viljum gjarnan heyra sjónarmið íbúanna. Þetta sem Laugardalurinn borgarhlutin eins og við skilgreinum hann og það eru þarna svæði sem í rauninni detta svolítið út eins og Skeifan og nýja Vogabyggðin og svo þessi hafnarsvæði að því hverfiskipulagið fyrst og fremst fyrir Grónabyggð og svo Laugardalurinn. En það ekki, eins og ég segi, ekki hægt að tala þetta skipulag án þess að tala þessi svæði. Ég sem sagt að segja, við erum að byrja svolítið á byrjunarreit með 1 blað. Það liggja ekki fyrir neinar hugmyndir frá okkur. Við viljum sem sagt heyra í íbúum og hagsmunaaðilum á svæðinu, fá fram sjónarmið og svona móta svolítið að það verði til hugmyndir, tillögur út frá því sem íbúarnir eru að óska eftir. Við samkvæmt aðalskipulaginu þá skiptum við Laugardalnum í 3 hverfi. Þetta kannski hverfaskipting sem virkar á íbúa þarna svolítið tilbúin, artificial svona eins og maður segir. En þetta, við skiptum alltaf borgarhlutum upp í 3 til 4 hverfi og þetta bara svona skipulagstæknilegum ástæðum, þessar hverfiseiningar halda sér. Þarna erum við með 3 hverfi, það að segja 4-1, það Laugarneshverfið og svo Kleppsholt og Vogar 4-3, en þau skiptast síðan í þessar minni hverfaeiningar og svo skiptum við hverfunum upp í enn minni einingar sem við köllum skilmálaeiningar, en það svona eitthvað atriði sem við getum komið að seinna. Það búið að búa til kynningarsíðu fyrir þetta verkefni. Það ekki búið að opna þessa kynningarsíðu, en þar eru svona allar upplýsingar hvernig þessu samráði verður háttað og það verið að ávarpa þarna, koma upplýsingum til íbúa öll svona helstu skipulagsmál sem skipta máli í borgarhlutanum og hverfunum, þannig að íbúar geti á einum stað átta sig á því hvað að gerast. Það svona, við erum með þarna kafla vistvænar samgöngur, það þarna mín eign, þróun íbúðabyggðarinnar, undir það heill flokkur sem fjallar skólamálin og þar eru upplýsingar þessar sviðsmyndir sem hafa verið í kynningu. Það eru grænar áherslur, svo sérstakur kafli Laugardalinn. Þar höfum við dregið fram hugmyndir sem voru kynntar fyrir stuttu síðan og við álítum að
sé verið að setja fram til þess að fá fram sjónarmið íbúa og allar þeirra aðila sem í Laugardal hvernig á að þróa þetta mikilvæga útivistarsvæði og íþróttasvæði áfram. Og svo þarna kafli sem samráðið. Við sem sagt vinnum hverfisskipulag í það sem við kallum 3 fösum í samráði og við erum sem sagt bara á byrjunarreit í Laugardal og þá viljum við gjarnan komast á staðinn og geta hitt íbúana, verið með rýnihópa, verið með það sem við kallum skapandi samráð, netsamráð og síðan í næsta fasa þá gert ráð fyrir kynning á vinnutillögum sem eru þá mótaðar í fyrri fasa og fleiri fundir og svo þriðji og síðasti fasin þá lokatillögur og allan tíman hafa þá íbúar tækifæri til þess að koma á framfæri sínum skoðunum. Þannig það mjög mikið lagt á sig til þess að heyra sjónarmið og skoðanir og að hlusta. Þetta frekar nýtt í skipulagi. Þegar ég var að læra þessi fræði þá var ekki lagt neitt sérstakt upp úr samráði. Þetta voru fagmennirnir pólitíkusarnir sem svona meira minna réðu þessu. Fyrir utan þá sem svona höfðu aðgang að þeim, en nú er allt annað upp á teningnum. Sem sagt í þessum fyrsta fasa þá erum við að gera ráð fyrir því að kynna sem sagt helstu forsendurnar, heyra ykkar sjónarmið. Við ætlum að fara með vinnu inn í grunnskólana, byggja módel af hverfunum, heyra sjónarmið barnanna. Halda íbúafundi. Okkur langar rosalega mikið til þess að búa til eldhugahóp og fá tilnefningar frá íbúasamtökum og svona búa til einhverja betri tengingar inn í hverfin. Við höfum haft áform að vera með svona eldhugahóp lengi en ekki haft alveg mannskap í þetta. Þannig að það hugmyndin núna og svo erum við þarna með það sem við kallum skapandi samráð og netsamráð og rýnihópa eftir því sem við á. Þetta sem sagt fyrsti fasinn, en við langar aðeins að fara yfir þetta sem við kallum eldhuga. Það hvernig getum við náð í áhugasama aðila sem vilja svona vinna með þessari vinnu og fylgja henni eftir allan vinslutímann. Og geta hvatt til aðra íbúa til að taka þátt. Við erum að sjá fyrir okkur einhvern svona, eða verið hægt að fá einhvern 30 manna hóp sem gæti verið með í þessari vinnu og það væri svona, þeir kæmu úr öllum hverfunum helst og það væri blandað kynja og aldursdreifing til þess að fá fram svona sem flest sjónarmið og svona ýmis önnur atriði. Við þurfum aðeins svona að ræða það hvernig er best að útfæra þetta. Ég með svona eina glæru sem er svona hugmynd að því hvernig ætti að ná í þessa hópa. Það er alveg staðreynd. Við þurfum að kljást við þetta og höfum lengi verið að kljást við þetta. Það eru svona eldri einstaklingar á báðum kynjum sem eru miklu virkar og taka mikið þátt í samráðinu. Við heyrum lítið í yngri hópunum, karlmenn á aldrinum þarna 18 til 29 ára, það varla að það heyrist í þeim. En þetta er svona tilraun til þess að reyna að ná til breiðari hóps. Og æskilegt væri sem það væri jöfn kynjahlutföll og sem jöfnust svona aldursdreifing. En þetta er hugmynd frá okkur og ég held að vera mjög æskilegt að íbúasamtökin, íbúaráðið hjálpaði okkur að leita að þessum aðilum en þetta væri ekki aðilar sem við værum að velja. Og helst ekki undir okkar stjórn en
fundaði samt með okkur, svona bara til þess að gæta þarna ákveðins svona hlutleysis. Við finnum fyrir því þegar við erum út í hverfunum, það er ekkert allir sem treyst okkur. Þannig að þetta svona verður að passa svolítið upp á þessi atriði, en þetta er svona atriði sem ég langar til að ræða við ykkur. Þetta svokallað skapandi samráð, það eru breskar hugmyndir frá 7. áratugnum sem byggja á því að leyfa íbúum að búa til svona líkanahverfinu sínu og koma á framfæri sjónarmiðum úrbætur í svona sérstöku miðakerfi. Við fengum hérna erlenda sérfræðing fyrir nokkrum árum sem hélt námskeið fyrir okkur í notkun á þessu kerfi og svo aðlöguðum við þetta að íslenskum aðstæðum. Við erum búin að gera þessa vinnu í yfir 24 grunnskólum. Það eru á annað 1000 krakkar sem hafa komið að þessari vinnu. Það sem við eigum eftir að gera þetta í Laugardalnum, þar eru 4 skólar, í Grafarvogi, Vesturbæ og miðborginni. Við erum búin að vera í samtali við skólastjórnendur og kennara í þessum 4 skólum í Laugardalnum og þeir eru mjög spenntir að fara í þessa vinnu með okkur. Við ætluðum fyrsta plan var að vera fyrir áramót. Það tókst ekki, síðan var búið að skipuleggja allt miðað við að byrja 14. janúar, en það tókst ekki, en nú er sem sagt stefnan sett á. Ég ætla bara að sýna þessa mynd, það er búið að skipta hverfinu upp í svona reiti og á milli þessara 4 skóla. Þetta gengur út á það að krakkarnir, við komum með efni, við komum með mannskap og hjálpum þeim við að búa til þessi líkön. Við erum með svona dagskráin, byrjar yfirleitt þessi vinna sem stendur í viku í hverjum skóla. Hún byrjar á svona fræðslu dagskrá um húsin í borginni. Ég hef nú yfirleitt talað um þessi hús og við erum svona bara fræða húsagerð, af hverju búum við í húsum og við erum búin að vera að byggja hús í fleiri 1000 ár og hvað er það sem einkennir húsin okkar í dag og frábrugðið frá því sem var áður. Það hefur verið að horfa á skipulag, hvernig það hefur þróast, hvernig byrjuðu fólk að skipuleggja fyrstu byggðina. Hvað er það sem við þurfum að horfa á í skipulagi? Af hverju erum við með græn svæði? Þetta svona býr til ákveðna áður en þeir byrja í þessari vinnu krakkarnir svona fræðslu grundvöllur sem er gott að byrja á. Ég ætla aðeins að segja ykkur frá því að við erum sem búin að skipta. Það er allavega það sem er lagt upp með, að við verðum í þessum 4 skólum samtímis, byggjum þessi líkön af hverfunum, krakkarnir fá þessa fræðslu og við sem sagt, þeir fá tækifæri til þess að segja sína skoðun. Við höfum alltaf verið með svona svokallaðan valfund í lok þessara vinnuviku og þá geta fá þau oft með sér heimaverkefni og mæta svo á staðinn og segja okkur, það var rætt þetta við foreldrana og segja okkur sín sjónarmið hvernig þeim finnst að hverfið er að þróast. Síðan erum við búin að taka afnot af stúkunni undir rýminu undir stúkunni í Laugardal og ætlum að safna saman allir þessari vinnu þarna 21. til 25. mars. Þetta er akkurat vikan eftir að bókamessan klárast þarna og bjóða þá skólakrökkum, íbúum og öðrum til svona samtals þau atriði sem eru upp á borðinu í þessari skipulagsvinnu. Já, það semst leið og þessi kynningarsíða opnar, sem verður nú væntanlega á miðvikudag, þá setjum við í loftið netsamráðskönnun sem heitir Mapsjóner. Þetta er finnst svona netsamráðstól og við erum búin að hanna nokkrar spurningar
og það er svona aðallega nýtingu á almenningsrýmum og ferðaleiðir. Við gerum ráð fyrir því að þessi könnun verður opin allavega fram yfir þessa viku sem við ætlum að vera þarna í rýminu undir stúkunni og svo vinnum við úr því og við gerum ráð fyrir því að vera búin að safna inn töluvert af skoðunum íbúa eftir þessa vinnu í skólanum og þetta opna hús þarna í rýminu undir stúkunni og þá er hlutað þessi könnun og við sem sagt vinnum úr því og tökum saman þetta efni sem við svo aftur birtum á síðunni og þá getum við farið kannski að móta svona einhverjar hugmyndir sem byggja þá á því samtali við íbúana. Þetta er nú hérna myndir úr svona vinnu sem við vorum í Háaleiti bústöðum en kerfið býður upp á það að íbúar geta sett svona, tekið svona forsniðna miða eða skrifað eigin miða og lagt á líkanið og svo skráum við þetta inn í gagnagrunn sem við getum síðan notað í úrvinnslunni og er opið miðasjá. Þetta er allt sem gerist í fyrsta fasa, svo förum við þá inn í annan fasa. Við vorum 2020 í Breiðholti í þessum öðrum fasa og núna í haust í Hlíðum og Háaleiti bústöðum í þessum öðrum fasa. Það var rosalegt fjör í Háaleiti bústöðum, miklu rólegra í Hlíðunum, ég veit ekki alveg af hverju, en við erum semst að vinna úr þessum gögnum í bæði Háaleiti bústöðum og Hlíðum og erum að móta tillögur, fullbúnar tillögur í þessum hverfum sem við munum leggja fram í vor. En það er sem sagt, og svo kemur þessi þriðji fasi sem er þá loka áfanginn og þá erum við með tilbúna tillögur. Bara svona svo þið gerir eitthvað grein fyrir því þetta ferli sem þetta er að fara í gegnum. En þetta er svona það sem er framundan, það er til svona drauga verklýsingu sem er þá greining á hverfinu, hvað eru veikleikar og styrkleikar. Þetta er nokkur ára gamalt, við munum uppfæra þetta. Það er til byggðakönnun sem er svona húsakönnun og skráning á menningarminjum. Það er drög að henni og svo náttúrulega sjálfsögðu aðalskipulagið, en við erum að stefna að því að ljúka þessum fyrsta fasa í þessu samráði í vor og geta svo með haustinu lagt fram vinnutillögur og jafnvel að klára hverfisskipulag fyrir Laugardal seint á þessu ári eða snemma á næsta ári. Það eru þarna ráðgjafar sem vinna með okkur í þessu sem heita Hjördís Sigurgísladóttir og Dennis Jóhannesson og Oddur Hermannsson og Svanhildur Gunnlaugsdóttir. Þetta er allt reyndir arkitektar og landslagsarkitektar og skipulagsfólk. Þannig að við erum vel mönnuð í þessari vinnu. Svo held ég að ég sé bara búinn. En þið viljið spyrja eitthvað. Kristín, þú ert að mjúkt. Heyrðu þið ekkert í mig kannski? Jú. Var það kannski á silent allan tíman? Nei, við heyrðum. Ok. Ég er að byrja til fundarstjóranum, en leyfa okkur að segja okkar. Já. Kristín, ég held að þú sést að netið úti. Ertu mjútuð eða netið í bílað? Loksins tókst mér að komast inn. Ok. Er við með núna? Já. Já, ok. Þá ætla ég bara að þakka Ævari kærlega fyrir, frábæra kynningu og gefa orðið laust. Er ekki einhverjar spurningar? Einhvern sem langar að spyrja Ævar meira út í þetta eða segja sínu skoðun á verkefninu? Ef svo er... Jú, ég hef með hendin uppi. Já. Hvað er þetta? Ég ætlaði bara að gefa öðrum kost á að segja eitthvað fyrst, sko. Lilja Sigrún Jónsdóttir, Já, takk fyrir. Íbúasamtökum Laugardals, gjörðu svo vel. Já, ég vil bara þakka fyrir að fá þessa kynningu og ég held að við getum ekki annað en verið ánægð með að þessi vinna sé að fara af stað. Þetta
Þetta náttúrulega hljómar eins og draumur í dós ef að taka hverfið og skipuleggja það í góðu samráði og með virku samráði á mörgum stigum. Það var svona gefinn upp bolti með það að íbúasamtökin væru mögulega samstarfsaðili í því að leita uppi eldhuga og ég veit að þetta hverfi er fullt af eldhugum, þannig að ég held að við þurfum ekkert að leita mikið en við munum bara að sjálfsögðu bjóðast eða taka vel undir það að vera þá milligöngumenn um það og ég vissi af þessu að þetta væri svona búið að vera á döfinni, þannig við vorum búin að ræða þetta í stjórn íbúasamtakanna og þar var tekið vel í að við yrðum svona einhver milligönguaðili að koma saman eldhugahóp. Ég held sjálf að það verði miklu stærra heldur en eldhugahópur, eitthvað 30 manns og við endum með eitthvað bakland sem við verðum með eitthvað svona opið þing í Laugardalnum held ég bara, ef ég þekki okkur rétt. Þannig að ég er ekki með sérstakar spurningar, ég bara hlakka til að þessari vinnu og held að við munum fá gott fólk með okkur í þetta. Það einhverju fleiri þannig. Kristín, nú ertu komin aftur á mute. Já, nú var það bara gleymska í mér. Sabíne, varst þú næst? Já, ég vildi bara líka þakka fyrir kynninguna og hlakka alveg ótrúlega mikið til. Verður ekki örugglega líka eitthvað svona eins og var í Árbænum þar sem krökkum í hverfinu er boðið að föndra svona módel af byggingum og svæðinu eitthvað svona. Mér fannst það alveg slá svo rosalega í gegn og gera þetta allt svona, já, bara Það var í kynningunni, Ævar, Það var í kynningunni. Já, ok, misti ég af því. Ok, flott, takk. Laka til. Eru fleiri? Ef svo er ekki, að þá bara þakka þér kærlega fyrir, Ævar. Við erum eftir að heyrast með oftar og fá þig inn á fund til okkar. Þetta er gríðarlega spennandi verkefni. Endilega. Bara svona eitt að lokum. Ég ætla að, er ekki best að ég láta hann heimir fá þessar glærur þannig að þið getið nýtt þar eins og þið viljið. Jú, endilega. Við þakkum fyrir það. Og síðan erum við sem sagt að fara að auglýsa upp þessa kynningasíðu svona í rólegheitunum í vikunni. Það væri ágætt að fá frá einhverjar upplýsingar sem við getum þá senda á einhverjar hlekki til þess að kynna þetta á að deila þessu Já, við gerum það, við verðum í sambandi. Já, og síðan er náttúrulega þessi fundur hans dags þarna annan. Við vorum að reyna að koma þessu saman að vera með íbúafundinum leið og við byrjuðum þess að vinna, það tókst ekki þannig. Nei, það kemur bara ljós hvernig þetta verkast allt saman, en við minnst höldum áfram að vera í samvinnu og samráði og eins og Sabíne og Lilja eru búin að nefna og fáum að fylgjast með. Alveg, endilega. Þannig takk bara kærlega fyrir að koma til okkar í dag. Bestu þakkir. Ég veit ekki hvernig ég hefst til þess. Þið verðið að, það er eitthvað dottið út hjá mér eitthvað takið, þið verðið að slökka á mér. Já. Við hljótum að geta það. Já, ok, takk fyrir. Það er svo leðilegt. Aðstoðar Ævar við þetta. En á meðan að það er í gangi, að þá skulum við bara vinda okkur aftur í 3. lið, sem við vorum aðeins byrjuð á áðan, sem var umsagnarbeiðnin. Ef við rifjum upp að þá var Sabíne búin að segja okkur að hún var búin að heyra í Skúla. Og er það ekki rétt, Sabíne? Og segja okkur að við gætum alveg dregið þetta aðeins lengur. Ég hélt okkur væri ekki stætt af því, en við getum gert það. Hvað segið það? Hafið þið áhuga á því? Að sem sagt fá svolítið lengri frest til þess að skila umsögn. Þið megið gjarnan gefa mér rétt upp hönd ef þið viljið taka til máls undir þessum lið.
Sabíne? Þetta var höndin frá því hérna áðan, þannig ég var að Já, taka hana þetta var sem sagt liðurinn okkar bréf skóla- og frístundasviðs með umsagnarbeiðni skýrslu framtíðarskipan skóla- og frístundastarfs í Laugarnes- og Langholtshverfi. Við vorum með bókanir 2 á síðasta fundi og svo var ítrekuð beiðni umsögn. Ég hélt að við hefðum þá bara síðasta séns á að skila henni inn í dag ef við vildum gera eitthvað. Það var náttúrulega ljóst að við vorum ekki að fara að vinna einhverja mjög ítarlega umsögn í samráði. Þannig að ég tók bara nokkur atriði úr þessum 2 bókunum sem við vorum búin að leggja fram á síðasta fundi og nýtti þetta tækifæri til að hnykkja á þeim. En fyrst að við getum haft svona örlítið rýmri tíma, þá finnst mér að við sjálfsagt að við ræðum það hér og nú, hvort þið viljið nýta okkur hann. Hvað segið þið? Ísak, fyrirgefðu, þú varst búin að biðja orðið. Málið. Sko, samkvæmt þeim gögnum sem ég las þá höfum við til morgundagsins sama hvað. Það til 15. ekki 14. held ég. Jú, það satt. Annars já, ég bara sammála Katrínu með það. Mér finnst þetta ekki vera vettvangurinn á svona live fundi til þess að vera að vinna þetta. Ég skil hugmyndir að koma með eitthvað til þess að svona skapa umræðu. En ég hugsa á sama tíma sko varðandi vinnubröðin ef að fleiri hefðu gert þetta, ef fleiri hefðu skrifað svona drög og umsókn, hvernig það myndi ganga upp að samræma þær allar sko. Þannig að þú veist, ég hef verið til í að taka þátt í að annarkvort þá sem ég eitthvað sem að ég geti skilað af mér eða allavega vita af því fyrir hann að fund. Og það var ekkert fleira sko en já, bara benda á það. Takk. Lilja, varst þú næst eða var eitthvað búin að gefa Lilja, gjörðu svo vel. Takk, já, ég held að ég myndi styðja það að við myndum fresta því að senda umsögn. Reyndar held ég líka bara að við séum kannski öll á þeim stað að umsögnin verði þrátt fyrir allt takmörkuð af því hvað þessar sviðsmyndir eru af því að þær hafa ekki tímalínu þá eru þær erfiðar til þess að draga miklar ályktanir af. Íbúasamtökin hins vegar eru búin að senda frá sér umsögn og ég get deilt þeirri umsögn til ykkar og við svo þá mögulega endurskoða textann í framhaldi þegar þessi íbúafundur er búinn, ég veit ekki. Það er bara frábært, Lilja. Finnst mér. Hvað segir þið hin? Ef ég má? Já, gjörðu svo vel, Sabíne. Já, mér finnst það flott. Ég ætla líka að spyrja umsögn frá íbúaráðinu. Mér finnst það ætti náttúrulega líka alltaf að vera grundvöllir eða minnstakosti einhver hluti af okkar afstöðu. Við náttúrulega sem íbúaráð þá eigum við náttúrulega endurspegla það sem grasrótin kemur með. Það væri spurning ef Lilja lætur okkur fá þetta plagg núna og það væri samt spurning hvort við gætum ekki áfram send þá að minnstakosti okkar bókanir. Það er náttúrulega koma fram þannig séð í fundargerðum en svona til að ítreka okkar bókanir frá síðustu fundunum þar sem við segjum náttúrulega þetta viljum við vita aðeins meira þetta er ekki nóg og þetta er eitthvað sem okkur finnst skiptir máli eitthvað svona. Svo þetta þið tekið inn í umræðinu sem á fundinum. Já, ég má sem sagt bara ítreka að þú sem formaður ráðsins myndi ítreka okkar bókanir, senda þetta á skrifstofu borgarstjórans, sem náttúrulega líka að biðja okkur umsögn og og svo gæti á skóla frístund en Þú talar við skóla, já? Jú, já, einmitt beini kemur náttúrulega frá þeim, ég var aðeins þar að glast. En og segja svo að við myndum þá skila endanlega umsögn eftir íbúafundum. Já, einmitt. En þá vita þau af okkar bókunum. Mér finnst það einmitt fín lausn að þau vita þá af okkar bókunum,
geta Mhm. tekið það til umræðu eða skoða það. Við fáum gögnin frá Lilju og heyrum þá umræðuna á fundinum og getum þá skellt inn umsögn. Já, einmitt. Og unnið þetta einmitt, kannski eitthvað á milli fundana eða spurning hvernig við getum afgreitt það þá. Já, ég ætlaði bara aðeins að bæta við hérna af því að ég var búin að fá gögnin frá Lilju, bara nýbúin að fá þau, kíkja á það og bókanirnar okkar og mér fannst ekki að við gætum á með einmitt svona stuttum tíma en ég hélt við þurftum að gera það að þá sem sagt henda inn umsögn með þetta mál. Þannig að ég nýtti í rauninni bara efnið þaðan í umsögnina. Þannig að ég get bara, hérna, ef að Lilja er tilbúin í það að láta okkur fá einmitt umsögn íbúðasamtakanna og við getum rætt á okkar vettvangi og Ísak benti á að við hefðum að minnsta kosti til morgundagsins og Sabínu var búin að nefna að við myndum trúlega fengið lengri tíma, að þá finnst mér þetta bara, þið eru bara komið lausnina. En hvað segir þið hinn? Er einhver fleiri sem vilja taka til máls undir þessu leið? Ég er alltaf til að vinna þetta annars staðar heldur en í beinni útsendingu fyrir fram fólk. Þetta er ekkert frábært sjónvarpsefni og mér finnst það mjög undarleg vinnubrögð. Hvað segirðu? Hvað er ekki frábært? Ekki frábært sjónvarpsefni að vera að ræða hérna hvernig við ætlum að forma okkar umsögn á Já, þú meinar. Við hefum nú oft gert það reyndar. Akkurat, ég hef alltaf gert það svona hver framhaldverður okkar vinnu. Ég finnst það ekkert vera neitt leyndarmál en ég hef alltaf gert athugasemdir við að sé verið að vinna umsagnirnar svona. Mér finnst að við erum að koma betur undirbúin á fundi og það er búið að vera mín skoðun í þessi ár sem að þessir fundir hafa verið í gangi. Já, það er nægan tíma milli funda til að vinna umsagnir. Já, og við höfum vettvang til þess en ég get ekki sagt fólki að vinna umsagnir. Fólk tekur þátt ef það hefur áhuga á því. Og við höfum þennan vettvang til þess og þessar umsagnarbeiðnir eru settar strax þar inn. Þannig að ég held að við verðum þá að í ljósi þess að þá þurfum að finna okkur eða bara móta okkur sjálf einhvern veginn öðruvísi samræðsvettvang ef við ætlum ekki að nýta þetta svona. En varðandi það að vera að tala hluti opið á fundi við fólk, það finnst mér hins vegar, þar erum við bara ekki sammála. Ég finnst þetta einmitt vera vettvangurinn til þess. Að fólk viti hvernig við vinnum og svona þessi gegnsæi í vinnubrögðum. En eru einhverju fleiri sem vilja taka til máls undir þessum leið? Já, mér langaði bara að spyrja fulltrúar í íbúðaráði Laugardals hópurinn okkar á Facebook. Já. Hvers vegna er hann lokaður? Hvað segirðu? Hvers vegna er hann lokaður? Já, hvers vegna er hópurinn fyrir fulltrúana? Já. Já, það er náttúrulega bara upphaflega var þetta hugmyndin svo að við hefðum þetta svona þægilegan og aðgengilegan vettvang til þess að koma á milli upplýsingum sem að við vildum ræða en í ljósi þess sem að við höfum verið að ræða núna þá getum við náttúrulega þess vegna haft hann opið og hleypt öllum af. Við höfum í sjálfu sér ekki svo í muni að minnskosti tekið með þessa umræðu raunverulegt íbúalýðræði og hvað það felur í sér. Við höfum endurskoðaða samþykkt hvernig íbúaráðin eigi að starfa og við gætum þess vegna til að mynda sett hana á, ef mér dettur það í hug, í framhaldi af þessu sem við erum að ræða núna, við getum sett hana á dagskrá og rætt það. Hver er tilgangur íbúaráðina, hvernig eiga þau að starfa og svo framvegis. Ég veit ekki hversu mikinn áhuga íbúar í hverfinu hafa eða kannski meiri áhuga á öðrum máli sem við erum að ræða, en þetta er eitthvað sem mér finnst bara mjög spennandi að við myndum að ræða á þessum opna vettvangi okkar hér. Eru fleiri sem að vilja ræða undir þessum leið? Þorsteinn, gjörðu svo vel. Já, bara til að hafa á hreinu þá sem sagt niðurstaðan að við erum að fara að óska eftir því að fresturinn verði þá hvað lengdur til 1. mars eða í lok febrúar eða? Já, ég fengi óformlega samþykki fyrir það. Já. Já, 1. mars sé þá síðasti dag til að skila okkar umsókn. Hvenær er íbúafundurinn aftur? 2. mars. Hann er 2. mars, augnablik. Ég skal bara já, fundurinn er 2. mars. Væri flott væri bara langt best að við gætum verið með það fyrir lok þeirra viku. Já,
En ef við, eins og við ræðum þetta þá á þessum vettvangi Facebook eða hvernig sem viljum vinna það, þá gæti þetta verið möguleiki. Já. Já. Ok. Hvað segið þið? Erum við búin að tæma þetta í bili eða eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef svo er ekki, þá vindum við okkur í næsta lið sem er að vissu leyti sambærilegur því það er bréf skrifstofu borgarstjórnar með umsagnarbeiðni tillögu starfshóps skipulags- og mannvirkjamál í Laugardal. Þetta er til framlagningar. Má ég aðeins skjóta inn í áður en við í svona Já, gjörðu svo vel, Heimir. Ég svona álykti þá sem svo að þið séu að samþykkja óskipti framlengdu frest fram yfir íbúafund borgarstjóra í Laugardal og jafnframt er samþykkt að fela formanni í samræði við ráðið að skila umsögn máli í kjölfarið. Er það rétt ályktað, Heimir? Með síðasta lið? Já. Nei, við vorum að tala í kringum 1. mars, fundurinn er 2. mars. Er það misskilningur hjá mér, Sabína? Nei, við getum beðið fram yfir fundinn, eins og Heimir bara segja. Já. Ok, þá er það náttúrulega enn betra fyrir okkur, því að þá getum við einmitt fengið nánari upplýsingar, þá er meiri samræðu og heyrt það sem að fólk er að tala og hefur áhuga á. Og ef við bókum þetta svona fyrirgefðu, þá myndum við náttúrulega samganga út frá því að Kristinn er ekki að skila þetta ein og sér, heldur í samráði við okkur á Facebook eða hvaða vettvang við. Má ég líka skjóta örlítið inni? Já, gjörðu svo vel. Í ljósi umræðunum verklagið og íbúar ætla að haga störfum sínum. Já. Þá hef ég hvatt íbúaraðinn oftar en einu sinni, oftar en tvisvar og oftar en 10 sinnum til þess að það er möguleiki að vera tilbúin með umsögn, dröga umsögn í aðdraganda fundar og þannig að hún fari út með fundagögnum og ég hef hvatt íbúaraðinn eindregið í það minnsta að vera tilbúin með dröga umsögn þar sem fólk hefur haft ráðrúm til að kanna þetta þó það fari ekki út með fundagögnum. Þannig að það sé ekki verið sem sagt allir fulltrúar sé að sjá eitthvað í fyrsta skipti og kynna sér inn á fundi. Þannig að ég hvet ykkur bara til að reyna að koma ykkur upp svona ákjósanlegu verklagi í þessu öllu saman. Já, ég tek alveg 100% undir það. Og þessi hópur okkar á Facebook var náttúrulega hugsaður sem staður þar sem við getum unnið sameiginlega. En maður náttúrulega, þá þurfum við líka að gera það. Og vilja gera það. En tíminn líður, klukkan er að verða korter yfir 6. Er það samþykkt að við förum í næsta lið eða eru fleiri sem vilja sjá sig undir þessum lið? Næsti liður er það bréf skrifstofu borgarstjórnar með umsagnarbeiðni tillögu starfshóps skipulags- og mannvirkjamál í Laugardal til framlagningar. Einmitt undir þessum varðandi þennan lið, ef ég má hafa örstuttan inngang, að þá hef ég einmitt hugsað mér að leggja það fram af því að íbúafundurinn er 2. mars, að við myndum óska eftir fresti til þess að skila inn þessari umsögn sem ætti í rauninni að vera 21. febrúar, umsögnaskil, og við myndum fá að skila henni eftir íbúafundinn, 2. mars. Hvað segið þið hinn? Er það samþykkt? Sammála því, það væri mjög gott. Lilja, Sabína, Þorsteinn, hvað segið þið Ísak og Katrín? Eigum að óska eftir þessum fresti? Ef enginn andæfir því, þá er spurning hvort að við gerum það í formi bókunar eða hvort að þið felið mér eða einhverjum öðrum í ráðinu að óska eftir þessu. Hvað segir þú, Heimir? Ég Heldur að það veri afgreiða þetta mál með sambærilegum hætti og ég tiltók áðan. Já. Þar sem þið myndu samþykkja óska eftir framlengdu fresti fram yfir íbúafund borgarstjóra. Jafnframt samþykkja að fela formanni í samræði við ráðið að skila umsögn máli í kjölfarið.
En svona bara til að fylla upp í þessa mynd, þá hef ég ekki upplýsingur um það hvernig borgarráð ætlar að halda á þessu máli. Þau óskuðu einfaldlega eftir umsögnin og 3 vikna. Þannig að ég veit ekki hvort að þau ætli að þetta mál verður aftur á dagskrá borgarráðs núna strax 17. febrúar eða hvort að það muni bíða íbúafundar. Nei, við höfum ekki, eða ég hef ekki þær upplýsingar heldur á þessari stundu. En mér finnst eðlilegt í framhaldi af því og ég hugsa að það sé auðsótt vegna þess að íbúafundurinn var færður. Hann átti að vera miklu fyrr en hún er komin til 2. mars og svona að okkur sé gefinn þessi tími, umþóttunartími til þess að skoða málið aðeins í samhengi við það sem kemur fram á íbúafundi. En hvað segir þið hinn? Eigum við að óska eftir þessu? Sammála. Einhver á móti? Heimir, myndir þú þá punta þetta niður hjá okkur þína tillögu hvernig við myndum gera þetta? Þannig að við getum afgreitt það bara í lok fundar. Já, ég skal gera það. Takk, kærlega. Þá er einhver fleiri sem vilja tjá sig undir þessa lið? En svo ekki, þá förum við í 5. mál á dagskrá sem er erindi forstöðumanns Laugardalslaugar. Hugmyndasöfnun vegna endurgerðar Laugardalslaugar. Þetta er mjög skemmtilegt. Fresturinn á þessari hugmyndasöfnun. Ég var nú með þetta hérna einhvers staðar, en þetta er líka þarna undir, þarna kemur erindið hans. Þetta er Árni Jónsson. Laugardalslauginni. Hann er kannski ekki í Laugardalslauginni, en hann er að senda okkur þetta erindi. Og hver var aftur fresturinn til þess að skila inn hugmyndum? Það er mikið af fólki með margt fólk með góðar hugmyndir í Laugardalnum eða í borgarhlutanum okkar og ég vil endilega koma þessu á framfæri að þið getur lagt inn ykkar hugmyndir, getur farið aðeins neðar Heimir í skjalinu. Það er, já, þetta er til 28. febrúar. Það er tímasetningin sem þið hafið til þess að koma með hugmyndir eitthvað nýtt og spennandi í Laugardalslaugin okkar, í hönnun, hvað varðar hönnun. Og við erum beðin að deila þessu með íbúum í Laugardal. Við gerum það náttúrulega hér og nú, en gerum það líka með öðrum hætti og þetta hefur komið fram á íbúasíðum og nú er komið ný íbúasíða sem að mætti nú kannski alveg nefna líka á Facebook sem er Vogabyggðin, ný Vogabyggð. Þannig að munum eftir henni líka og hendum þessu inn á og minnum á þetta í öllum Facebook-hópunum sem er svona svo leið sem við höfum kannski auðveldast að ná í fólk í gegnum miðað við eða enn sem komið hvað sem síðar kann að verða. Facebook er nú alltaf að missa frá sér yngra fólki sem er meira á Twitter og Insta en við náum svona í talsvert margt fólk þarna og komum þessu á framfæri. Er einhver sem vill taka þátt undir þessum lið? Athugasemdir, spurningar, álit. Ef svo er ekki, þá förum við í næsta lið. Og það er það ekki vetrarþjónustan, Heimir, sem þú ætlar að kynna fyrir okkur? Það er hárrétt. Já, gjörðu svo vel, Heimir. Já, mér var falið af umhverfis- og skipulagssviði að fara aðeins yfir þessa þjónustu og hvernig staðið að henni bæði snjóhreinsun og hálkuvörnum. Kannski viðeigandi þessum drottins degi. Býðar til þessari ágætu síðu. Þetta er upplýsingasíða snjómoksturinn og hvernig staðið að honum. Kannski ágætt að byrja á því að vekja athygli á því að íbúagötur eru að jafnaði ekki hreinsaðar nema að þessi þungfærar einkabílum mikil hálka eða snjódýpt meir en 15 cm. Væntanlega er það staðinn í dag að íbúagötur, eða það er ekkert væntanlega, þær eru illfærar, en þær eru hins vegar neðar í forgangi heldur en aðra götur, eins og við sjáum hér að neðan. Þess að stofnbrautir, strætóleiðir, fjölfarnar safngötur, það njóta forgangs og miðað við að stofnbrautir og strætóleiðir séu færar klukkan 7 á morgni,
hreinsun annar megin umferðargatna sé lokið fyrir klukkan 8. Ef við hoppum yfir í Borgarvefsjá til að sjá þetta, hvernig að þessu er staðið, að sjáum við hvernig Laugardalurinn hérna allur litaður. Ef við förum hérna, ef við sjáum músina hjá mér, þá er hægt að kalla fram skýringar á þessum litum. Það er sem sagt rauðmerktar línur eru í umsjá Vegagerðar og bláu línurnar eru sem sagt í fyrsta forgangi. Þær þýða miðað við að þær leiðir séu færar klukkan 7 á morgni. Grænu línurnar eru í sem sagt þjónustuflokki 2 miðað við að þær séu færar klukkan 8 og sem sagt hvít-bláu línurnar hérna, það eru þessar íbúagötur sem eru þá neðstar í þessari forgangsröðun og ekki farið síðar í þær. En þessar tímasetningar 7 og 8, það miðar náttúrulega við það að það fari að snjóa að nóttu, en það gerir það nú ekki alltaf, en forgangsröðun er í það minnsta þessi. Ef við förum þá í sem sagt stígana, þá er miðað við að sem sagt stoppstígar á milli borgarhluta, þau eru í forgangi, síðan kemur að helstu gönguleiðum að strætóbiðstöðum og skólum. Þær eiga að vera færar klukkan 8. Aðrir almennir stígar eiga að klárast fyrir hádegi. Förum í litapallettina þar. Þá einfaldlega liggur hún svona. Það eru sem sagt þessi stoppstígar, fjólubláu, þeir eru sem sagt eiga að vera færir fyrir klukkan 7:30, rauðu klukkan 8, bláu 12 og grænu innan 36 tíma frá síðustu útkomu. Ég hef svo sem ekkert mikið annað en þetta að segja, annað en það eins og hefur komið fram í dag að fólki sem stendur að þessum þjónustu, það reynir að fara eftir fremsta megni eftir þessum viðmiðum, en það hefur örugglega ekki gengið snurðulaust í dag. Og við líka vekja athygli á þessu, búi fólk í götu þar sem aðstæður eru erfiðar, til dæmis í brattri brekku er hægt að fá saltkassa hjá borginni og þá hefur maður bara haft samband við þjónustuverið. Og að lokum þá benda þeir líka á ábendingavefinn, þar sem hægt er að senda inn ábendingar þegar varða þessa þjónustu. Ég hef svo sem ekki mikið meira að segja akkúrat um þetta, en get reynt að svara spurningum ef einhverjar eru. Já, má ég spyrja? Ég sá bara umræðu í Vogabyggðinni. Þeim þótti eins og það væri eitthvað lítið og að gera ráð fyrir þeim. Getur eitthvað sagt okkur um Vogabyggðarskipulagið sem hreinsunina þar? Mér sýndist það væri þarna einhverjar grænar götur en ekki. Já, og varstu að pæla í göngustígum eða götum? Ég held að vera bara bæði, sko. Ég sá bara, ég er inn í þessum hóp bara til að reyna að fylgjast með og eflaust erum við búin að senda ábendingar en það var eitthvað, já. Það var náttúrulega að tala um nýju Vogabyggðina, ekki innvogana, sko. Já, þetta er einfaldlega sem sagt hvernig forgangurinn er á þessu. Já. Ég hef bara ekki frekari upplýsingar. Nei, það eru hvítagötur þannig, það er kannski það sem þegar fólk fer að skoða þetta, sko, það lítur ekki vel út, það eru hvítagötur. En en það er kannski, já, eitthvað sem er bara í byggingu, ég veit það ekki. Einmitt, á kannski eftir að uppfræta einhverjum marki með hliðsjón af því, sko. Akkurat.
Heimir, Já, manst þú hvernig er með ábendingavefinn? Það er bæði náttúrulega hægt að nýta hnappinn á heimasíðu Reykjavíkurborgar, eða vef Reykjavíkurborgar, en er ekki svo líka netfang? Það getur ekki að kanna það og við getum setta þetta inn í hópana. já, Það ég er held nýtt á þessu. þeir taka í það minnsta ábendingar.reykjavík.is. Ég er ekki viss að sé sérstakt veffang. Nei, það er kannski ekki. Ég tekka bara á því, ég kann að málið, tekka á mér. En í það minnsta þá er ábendingarhnappurinn alltaf hérna neðst á síðu Reykjavíkurborgar. Já, einmitt. Og á sama stað er það ekki bæði á gamla og nýja vefnum? Svipuðum slóðum. Já. Eru einhverjar spurningar til Heimis? Fleiri? Ef svo er ekki, að þá er það fundadagatal íbúðarráðs Laugardals, 7. dagskrárliður, til afgreiðslu. Heimir varpar því upp fyrir okkur. Og þetta er bara núna fram í maí. Og er bara nokkuð ljóst. Við erum með 14. febrúar, 14. mars, 11. apríl og 9. maí. Einhverjar athugasemdir við fundadagatalið? Ef svo er ekki, þá getum við farið bara strax í 8. lið sem er málefni hverfisins og er næst síðasti liður á dagskrá fundarins okkar í dag. Það er svo sem þetta dagatalið til afgreiðslu má líta svo á að það sé samþykkt. Er það ekki, ef það kom engar athugasemdir? Dagatal samþykkt. Það er samþykkt. Hafa einhver mál borist undir málefni hverfisins, ekki mér vitanlega? Ég ætlaði nú kannski að taka upp mál þessa manns þarna í Vogahverfinu, sko, nýju Vogabyggð, eins og það heitir. Já. Tómas Helgi Stefánsson, hann var og reyndar fleiri, sko, ég tók bara niður af því ég fór inn í þennan hóp og tilkynnti mig þar sem formann Íbúasamtakanna og hef tekið eftir nokkrum ábendingum og eitthvað af þessu er nú þegar komið að framfæri ábendingum og annað er náttúrulega verður kannski rætt á fundinum, íbúafundinum, en þar er rætt að það sé skortur á tímalínu fyrir það hvenær þjónustuuppbygging verði í hverfinu. Og einhver hafði spurt brú við Vörputorg, hvenær hún komi og voru að sjá það núna að Þróttur ætti að sjá Vogabyggðina, fengið Vogabyggðin. Þetta er svona, ég held að þessi hverfishluti sem ég hef nú litið á þetta sem hverfishluta af Laugardalshverfinu, en hvað svo sem verður í framtíðinni, en mér sýnist eins og svona það kannski vantar svolítið upplýsingar þangað svona hvað er framundan. Við þyrftum kannski bara að reyna að lyfta því svolítið fram í umræðunni. Já, í umræðunni og á íbúafundinu þegar það kemur og svona. Einmitt. Já, ég er einmitt komin inn í þennan hóp líka og það er alveg, fólk er að spjalla saman. Það er þó að hann sé ekki ennþá hverfið ekkert orðið gríðarlega fjölmennt. Katrín, gjörðu svo vel. Bara varðandi íþróttafélag, að ég var í menninga íþrótta og tómstundaráði þar sem þetta var ákveðið, sem Þróttur og Ármann er að fara að servisa Vogabyggðina saman og meðal annars út af því að það var að koma hann stokkur yfir Sæbraut sem tengir hverfin vel saman og ég held að það sé bara mjög gott mál að þessi félag sé að fara að servisa þetta og þau treysti sig vel í það líka. Manstu nokkuð hvort að það var rætt eitthvað var eitthvað tímalína inn í þessu? Er þeir þegar farnir að... Ég meina, þú mátt náttúrulega fara bara í það íþróttafélag sem þú vilt, sko. Og ég ger ráð fyrir að krakkarnir þarna séu núna í Vogaskóla. Svona áhundi, þú veist, frístundarútur og annað, sko. Já, ég þekki ekki til dæmis bara hluti eins og skólaakstur, sko. Er kominn skólaakstur þarna? Ég bara veit það ekki. En ef að það væri, þá myndi maður þurfa að sjá fyrir sér að það myndi þá
þjónusta líka þá sem fara í íþróttirnar og meðan að allavega hverfið er svona óaðgengilegt. Nei, það er alveg rétt þar. Ég veit það ekki heldur með skólaaksturinn. Það er að kanna þetta. En gott að vita, það er Þróttur og Ármann sem er að þjónusta nýju Vogabyggðina og svo fylgjumst við með þessu og heyrum í þeim líka Þrótturum og Ármenningum hversu langt þetta er komið. Jæja, ég vildi bara lýsa þessu Fleiri sem fram. vilja taka til máls undir þessum lið? Sabíne? Já, ég vildi bara nefna að ég fekk post frá íbúa sem hafði áhugar eða áhyggjur af Sunnutorginni. Við náttúrulega vitum að þetta er ennþá, þar hefur ekki verið að gerast mikið og þannig ég bara hef komið þessu áfram. Hann kom með hugmynd og það væri ekki mögulegt að gera að minnsta kosti svæði eitthvað fallegra á meðan það er ekki komin lausn og ég er búin að koma þessu áfram á skrifstofu borgarstjóra. Kannski geta þið fundið eitthvað út fram að einmitt hverfisvikuna, annars getum við kannski fylgt þessu eftir. Svo bara, ég held bara mikilvægt að við fylgjumst með hvað er í gangi þarna. Ok, takk. Ég er alveg sammála því og það eru margir íbúar sem ég veit að hafa mikinn áhuga á þessu máli og við höfum svona, en það er bara ekki, að það sem ekkert hefur verið ákveðið, að þá hefur orðið fátt svör, en vonandi er þetta eitthvað að farið að hreyfast núna þetta mál eða verður á næstunni með vorinu. Ekki alltaf framkvæmdir sem hefjast með vorinu. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessu lið? Ef svo er ekki að þá... Jú, það er meitt póstur hérna frá íbúa. Nú, geturðu lesið hann fyrir mig? Já, Sólveig Kristjánsdóttir er nýflutt í túnin. Hún er líka á umhverfismál í túnunum og að þau verið betri og það verið gerðir almenningsgarður milli Sóltúns og Miðtúns. Hún segir það vera á deiliskipulagi en hafa ekki komið til framkvæmda. Væri hægt að ýta eftir þessu. Þetta er náttúrulega kannski innlegg inn í hverfiskipulagsvinnu sem er framundan. Milli Sóltúns og Miðtúns? Já, þetta er í pósti sem ég sendi þér í dag. Já, þetta er, já, ég skal taka að mér að koma þessu áleiðis og reyna að fá einhver svör. Hvað segið þið? Erum við búin með þennan lið? Þá er komið að því að loka fundinum vegna þess að nú taka við umsóknir þar sem eru persónugreinileg gögn og þess vegna að þá lokum við alltaf fundi umsóknir í hverfissjóð og í aðra sjóði. Við þökkum bara þeim sem voru með okkur kærlega fyrir, áhorfendum og við höldum áfram að vinna að þessum málum og látum svör sem að berast líka inn til ykkar í hverfishópana þegar svo er og fylgjumst með þar. Takk kærlega.